Tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins með leyfi forseta, ég ætla að lesa hann yfir. Mikilvægt að viðhald gatna sæti ekki afgangi, enda hefur það sýnt sig að frestun viðhalds leiðir til aukinnar slysatíðni og meiri útgjaldaþunga síðar meir fyrir borgarsjóð. Við það bætist að margir vegfarendur hafa orðið að taka á sig kostnað vegna tjóns sem þeir voru fyrir vegna aksturs á illa förnum malbikuðum götum. Raunhæf viðmið og markmiðasetningu skortir, en tilgangur með slíku ætti að vera að tryggja fullnægjandi og jafnt ástand gatna. Lagt til að mótuð verði viðhaldsstefna vegna gatna framkvæmda. Borgarráð verði falið að stýra vinnunni og skipi verkefnahóp í þeim tilgangi að semja drög að stefnu viðhald gatna. Stefna verði síðan lögð fyrir borgarstjórn til umræðu og afgreiðslu og hér lýkur upplestri á þessari tillögu. Þessi tillaga sem ég mæli hér fyrir sparnaðartillaga. Hún tillaga aukið umferðaröryggi og hún tillaga bætta stjórnsýslu. Henni ætlað að skapa festu og vörn gegn duttlungum og vanþekkingu á mikilvægi þess að halda samgöngukerfi borgarinnar í viðunandi ástandi. Leið eykur hún skýrleika og gegnsæi. Fjölmargir borgarbúar hafa orðið fyrir verulegu fjárhagslegu tjóni sem ekki verður til óviðunandi og hættulegs ástands gatna. Það verður aftur rakið til þess að meirihluti Samfylkingar, Vinstri grænna, Pírata og Bjartrar framtíðar hefur skorið niður í endurnýjun slitlaga með þeim afleiðingum að aldrei fyrr hafa götur borgarinnar verið í verra ástandi. Þessi hafa borgarbúar fundið fyrir með mjög beinum, óþægilegum og ósanngjörnum hætti. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskuðu eftir upplýsingum hversu mörg tjón hefðu orðið á farartækjum einstaklinga á götum borgarinnar vegna ófullnægjandi viðhalds gatnakerfisins. Borgarstjóra var falið að fá þetta upplýsingar hjá tryggingafélögum og leggja fyrir borgarráð. Svarið barst í síðustu viku og verður að segjast að það var heldur rýrt. Ég hefði talið það kappsmál tryggingafélaga að vinna með Reykjavíkurborg að því að greina slys og tjón sem verða í umferðinni og deila slíkum upplýsingum. Eitt þeirra 4 tryggingafélaga sem fekk beiðni upplýsingar sá bersýnilega ekki einu sinni ástæðu til þess að svara erindinu. Reykjavíkurborg og Vegagerðin hafa undanfarnum árum haft frjálsa ábyrgðartryggingu hjá Sjóvá sem tekur til tjóna sem þau teljast bera skaðabótaábyrgð á. Með bréfum frá Sjóvá upplýst að frá áramótum hafi verið lagðar fram 71 skaðabótakrafa í ábyrgðartryggingu Reykjavíkurborgar vegna ástands gatna. Allt árið 2014 hafi 24 skaðabótakröfur verið gerðar í ábyrgðartryggingu Reykjavíkurborgar vegna gatnakerfisins. Skrá Sjóvá yfir aðra veghaldara ekki nánar sundurlið og félagið upplýsti því ekki fjölda tjón á götum Vegagerðarinnar innan marka Reykjavíkurborgar. Við þökkum tryggingafélaginu fyrir þessar upplýsingar sem sýna að á fyrri helmingi þessa árs hafa skaðabótakröfur í ábyrgðartryggingu borgarinnar þrefaldast miðað við allt árið í fyrra. Það alþekkt að þegar rekstur fyrirtækja fyrir að hökta dregið úr viðhaldi og endurnýjun tækja. Þegar reksturinn fer svo að taka við sér fyrsta mál á dagskrá og snúa sér að viðhaldi og tækjakosti. Eftir hremmingar haustsins árið 2008 var ákveðið að standa vörð ákveðnar grunnstoðir í rekstri og skyldum borgarinnar og þá sérstaklega velferðina, börnin og störfin í borginni. Ýmislegt annað það að bíða sinn. Nú liðin 7 ár og flest sveitarfélög hafa náð vopnum sínum og gott betur, standa jafnvel sterkar en þeir voru. Öll viðvörunarljós blikka hins vegar í ársreikningi Reykjavíkurborgar fyrir síðastliðið ár. Ástandið einfaldlega mjög alvarlegt og í sem einfaldasta máli standa tekjur ekki undir rekstrargjöldum. Tap á A-hluta á síðasta ári voru 2,8 milljarðar. Við sem erum í minnihluta höfum þær skyldur að draga þetta fram. Við höfum líka bent á að staðan enn alvarlegri en virðist við fyrstu sýn. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa ítrekað bent á að viðhald eigna algjörlega ófullnægjandi. Því hefur verið mætt af ólund og eins og hverju öðru kvappi. Í stjórnsýslu og rekstrarúttekt innri endurskoðunar frá síðasta mánuði á skrifstofu eigna og atvinnuþróunar talað mjög skýrt viðhald fasteigna og gatna. Þar stendur með leyfi forseta.
Mikið ósamræmi á milli þess sem fram kemur í forsendum fyrir viðhaldi eigna í útreikningi á innri leigu og þeirri upphæð sem fer í raunverulegt viðhald. Miðað við forsendur innri leigu 2014 ættu 1,9 milljarðar að fara til viðhalds fasteigna en viðhaldsáætlun gerir aðeins ráð fyrir 900 milljónum króna. Greiðendur innri leigu lýsa miklum áhyggjum af ástandi einstakra eigna og til nauðsynlegt að sinna betur viðhaldi. Endurskoða þarf forsendur fyrir útreikningi á innri leigu miðað við þau markmið sem innri leigu er ætlað að standa undir. Í viðtölum sem innri endurskoðun tók við leigutaka fasteigna, sem eru stjórnendur sviða borgarinnar, kom fram að þeir töldu að viðhald fasteigna sé langt í frá nægilegt. Í fjárfestingaráætlun 800 krónum úthlutað í endurbætur og meiri háttar viðhald sem eignfærist en viðmælendur töldu að stór hluti þess sem ætti heima undir reglubundnu viðhaldi og ætti þar af leiðandi að gjaldfæra í rekstri fasteigna. Er að ræða hagsmunamál fyrir stjórnendur sviða sem vilja halda kostnaði síns sviðs í lágmarki en eignfærsla viðhalds þýðir að innri leiga fasteigna hækkar. Og þá lýkur tilvitnun í úttektarskýrslu innri endurskoðunar og ætti þá öllum ljóst sem hafa hlustað á okkur vara við því að skera niður viðhald fasteigna að innri endurskoðun tekur undir öll okkar orð og gott betur. Forsendur fyrir útreikningi innri leigu og fyrir útreikningi innri leigu gatna með öðrum hætti en fyrir innri leigu fasteigna. Til að mynda ekki áætlað í innri leigu fyrir viðhaldi gatnakerfisins en aðalsjóður sem leigutæki gatnakerfisins greiðir raun fyrir viðhald. Í áðurnefndri rekstrarúttekt innri endurskoðunar stendur með leyfi forseta: ekki til viðhaldsstefna vegna gatnaframkvæmda en full ástæða til þess að vinna slíka stefnu og lýkur tilvitnun. Undir þessi orð innri endurskoðunar tekið og við þeim brugðist hér með því að leggja fram tillögu þar að lútandi. Það borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu. Þá tekur borgarstjóri næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að tala viðhald gatna og stefnuna í þeim efnum. Við vitum að við höfum verið að spara í þessum málaflokki alveg frá hruni og við þurfum áfram að hafa aðhald í rekstrinum, en þó þetta sá málaflokkur þar sem við höfum bætt kannski hvað mest í á þessu ári, hlutfallslega, og það þörf á því. Þetta var harður vetur og gatnakerfið hefur líklega sjaldan verið jafn illa leikið í borginni eins og eftir hann, en mér finnst þess vegna ágætt að þetta skuli vera tekið hér fyrir. Það rétt eins og framsögumaður tillögunnar kom inn á að í nýrri úttekt innri endurskoðunar á skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar kemur fram að það væri ástæða til að setja stefnu viðhald gatna. Þess var hins vegar ekki getið í framsögun að hún liggur fyrir í drögum inn á skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar. Ég held að utanumhaldið þessi mál sé að mörgu leyti ágætt. Það notaður sérstakur hugbúnaður sem skammstafaður ROSI, sem sérstaklega hannaður til að halda utan slitlaug gatna og ástand þeirra og gera viðhaldsáætlanir. Þessi hugbúnaður spáir fyrir niðurbrot gatnakerfisins og endingu og því skipti í nokkra götuflokka þar sem hver flokkur skilgreindur með ákveðið þjónustustig og síðan reiknar hugbúnaðurinn út viðhaldsþörf og hvað þarf til. Árlega síðan farið í ástandsskoðun á gatnakerfinu þar sem hluti þessi skoðaður og niðurstöðurnar notaðar til að stilla af hugbúnaðinn og þannig verða til áætlanir til skemmri og að einhverju leyti lengri tíma. Þetta veruleikinn, en það sem
skiptir líka máli hvað við erum tilbúin að verja miklu fjármagni til viðhalds gatna miðað við aðra málaflokka. Og mér fannst borgarfulltrúinn vera helst til ódýr í sínum málflutningi þegar hann rifjaði upp þann niðurskurð sem varð eftir hrun. Og mér finnst í raun ekki tilefni til stóryrða eða þess að reyna að slá einhverja pólitíska keilur í þessu. Ég held að það hafi einfaldlega verið nokkuð góð pólitísk samstaða að freista þess að láta hrunið og tekjufall, gríðarlega tekjufall borgarsjóðs sem minnst bitna á börnum og menntun þeirra, sérstaklega þegar kemur til starfsins innan skólastofunnar, sem minnst á í raun atvinnu og kjörum borgarstarfsfólks, þó alls staðar þyrfti eitthvað að spara. En það lá algjörlega fyrir og það var sagt alveg skýrt út, ekki bara af þeim sem hér stendur heldur miklu frekar kannski borgarstjóri Sjálfstæðisflokksins sem þá var, að það myndi sjá á götunum vegna þess gríðarlega niðurskurðar sem var þar í. Og ég mat alltaf þann heiðarleika að segja það bara hreint út og vara fólk við. Og þá þýðir ekkert fyrir borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem stóðu sjálfir að þessu að koma nokkrum árum síðar og segja við vöruðum við þessu. Það sem nú í gangi eru duttlungar. Já, bara duttlungar. Nei, þetta var stefna sem var mörkuð sameiginlega af allri borgarstjórn, af illri nauðsyn vegna hrunsins. Og ég veit ekki hvernig þetta hefði átt að vera öðruvísi. Og síðan það bara algjörlega út í hött að halda því fram að þetta sé eitthvað öðruvísi í öðrum sveitarfélögum hér í kring. Þau hafa öll þurft að bæta í malbiksframkvæmdir eftir þennan vetur vegna þess að veturinn var einfaldlega óvenju erfiður og þau rýru svör sem við fengum frá tryggingafélögunum draga einmitt fram að þetta ástand ekkert síður í öðrum sveitarfélögum heldur en hér í borginni. Vegna þess að veturinn var ju allstaðar. Þannig að þetta viðfangsefni og verður það áfram. Við vorum að gera býsna dýra kjarasamninga á síðasta ári og við munum eiga fullt í fangi með að eiga fyrir þeim í rekstri þessa árs og næsta. Og það verður ærið verkefni, ekki bara fyrir meirihlutann, heldur alla borgarstjórn, að finna fjármuni fyrir öllu sem við viljum gera, líka viðhaldi gatna. Og þegar það þarf að hugsa hverja krónu, þá þarf að færa býsna góð rök fyrir forgangsröðun. Og eitt af því sem kemur til greina að bæta í auðvitað viðhald gatna. Við þurfum að tryggja göturnar séu í lagi, en við stöndum frammi fyrir nákvæmlega sambærilegum spurningum í fjármálum borgarinnar eins og eftir hrun. Hvort við eigum að skera niður í skólum til þess að setja meira í götur og svo framvegis. Og það eru spurningar sem ekki bara meirihlutann á hverjum tíma stendur frammi fyrir, heldur líka minnihluti borgarstjórnar. Og það gengur ekki að setja bara fram útgjaldaaukandi tillögur ef ekki koma tillögur til sparnaðar. Og þetta verður verkefnið varðandi þessi mál eins og öll önnur. Við lentum auðvitað svolítið í því þegar við þurftum að taka til í orkuveitunni. Allir þóttust vera sammála að það þetta gera, en enginn var tilbúinn til þess að axla óvinsælar ákvarðanir úr minnihlutanum, úr röðum Sjálfstæðisflokksins. Og ég ætla að vona áframhaldandi umræður viðhaldsþörf gatna og það fé sem þurfa að setja í það verði ekki sama marki brenndar, að menn kannist ekki við þá stefnu sem lögð var í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins að láta götur mæta afgangi en forgangsraða í þágu barna, skóla og velferðar. Og að menn falli ekki í þá freistni að segja auðvitað þurfum við 1,5 milljarð í viðhald gatna og fasteigna en fjall ekki það hvaðan þeir fjármunir verða teknir. Því að veruleikinn í fjármálum, ekkert bara í borginni, heldur hjá venjulegum heimilum og fyrirtækjum auðvitað sá að þarf að eiga fyrir öllu, líka því sem manni finnst mikilvægt og þá við í þessu eins og öðru. Ég legg til að tillögunni verði vísað til borgarráðs
sem fari yfir drögin sem liggja fyrir að stefnu og meti það hvort eigi að setja upp starfshóp eða hvort hún sé bara ágæt eða hvernig sé best að halda að þessu. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, ágæti borgarfulltrúar, já, þetta var nú ágætis og merkilegt innlegg hjá borgarstjóra. Vegna þessa frestaði sem hann sagði ég nú bara sjálfur í minni ræðu. Ég sagði einmitt að árið 2008 haustið þá stóðum við saman að því að standa vörð börnin, störfin í borginni og velferðina. Og ég talaði einmitt það í minni ræðu að flest sveitarfélög hefðu náð vopnum sínum og sum gott betur. Og svona til þess að rifja það upp fyrir borgarstjóra, þá voru tekjur borgarinnar, A-hlutans, 49,3 milljarðar árið 2008, en þeir eru komnir upp í 83,7 milljarðar núna. Hlutirnir hafa einfaldlega breyst sem betur fer og við ættum að vera búin að ná opna á okkar vopnum, en það gengur hægt. Og við höfum bent á ýmsar leiðir til þess. Og þegar borgarstjórinn talar það að við séum með útgjaldatillögur, þá vil ég benda honum á það að ég byrjaði mál mitt á því að segja þetta er sparnaðartillaga. Vegna þess að í eðlilegu viðhaldi felst sparnaður. Að geyma viðhald og láta eignir drabbast niður kallar á miklu meiri útgjöld síðan meir sem kemur í bakið á okkur, kemur í bakið á borgarbúum og þeim rekstri sem okkur er trúað fyrir. Þetta allt saman kom nú fram í minni ræðu, þannig að svona nokkuð digubarkaleg ræða borgarstjóra, hún var eiginlega meira og minna óþörf því miður. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við það að veita andsvar. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér er þetta mjög mikilvægt mál til umræðu því að það má öllum vera ljóst að viðhald á eignum borgarinnar er alls ekki í nógu góðu lagi. Og hér er talað um viðhald gatna, hér áherslan á þetta, en það má auðvitað líka bara nefna viðhald húseigna. Viðhald húseigna, ekki síst hjá á skóla- og frístundasviði, er í mjög bágbornu ásigkomulagi og ég vona að mér fyrirgefið að talast hér um austur, vestur, aftur, ég fór á 1,5 árs tímabili, þá fór ég og heimsótti alla grunnskóla og alla leikskóla borgarinnar og eitt af því sem var á spurningulistaminu þá þegar ég fór í þessa skóla var einmitt viðhaldið og það var víða mjög bágborið en áberandi verri staða í eystri hluta borgarinnar en vestari hluta borgarinnar. Þetta bara ég að segja þetta út af umræðinni hér áðan. Það þarf ekki að stinga hausnum í sandinn, það þarf að taka á þessu. Hins vegar alveg rétt hjá borgarstjóra að menn náðu ákveðnu samkomulagi það þegar að það var farið í gífurlega hagræðingu hér á sínum tíma í kjölfar hrunsins að spara viðhaldið og það var gert og það er alveg rétt að það var gert mjög meðvitað og þá sögðu líka embættismennirnir við okkur og ég held að menn allir muni það að þetta gæti gengið í nokkur ár en síðan færi kannski verulega að sjá á eignum borgarinnar ef þetta er vanrækt of lengi. Og á sama hátt og þeir hjálpuðu okkur bara við að hagræða þessum tíma þá vöruðu þeir líka sérstaklega við að þetta mætti ekki vera varanlegur niðurskurður í viðhaldsframkvæmdum. En ég held að við getum öll verið sammála núna að þessi niðurskurður hefur varað allt of lengi og um leið og tekjur borgarinnar fóru nú að aukast á ný sem var á síðasta kjörtímabili þá gerði ég mig vonir það að það er þá betur gefið þá í viðhaldsframkvæmdum en það þurfti að gera það og alveg rétt eins og Júlíus Vífill Ingvason borgarfulltrúi bendir á. Þetta er ekki eyðslutillaga, þetta er sparnaðartillaga
En því miður þá klikkaði meirihlutin á því að síðasta kjörtímabili, Samfylkingar og Bjartar framtíðar á að gera það. Og mér finnst mjög skrítið hvernig borgarstjórinn kemur upp og talar hér tillöguna sem Júlíus flutti, talar hana sem einhverja hreinræktaða eyðslutillögu sem hún auðvitað alls ekki. Við eigum að, eftir allar það greinagerðir sem við höfum lesið þessi mál borgarfulltrúa, þá ættum við að vita manna best að viðhald, fyrirbyggjandi viðhald, það er ekki eyðsla heldur mikill sparnaður. Ef að viðhaldinu frestað mörg ár í röð, þá verður þetta bara allt miklu dýrara þegar upp er staðið. En við Sjálfstæðismenn höfum bent á það undanfarnum árum að það skorti fé í viðhald. Við höfum undrast að þegar meirihlutin hér hefur farið og meirihlutin sem var síðast, farið í ýmsar nýjar framkvæmdir, rauninni bætt við húseignum hjá borginni, án þess að það væri ástæða til á okkar mati. Og ég get alveg nefnt dæmi og þegar leggjum þetta saman þá þetta nokkrir milljarðar. Ég get nefnt kaupin á BSI, meira og minna óþörf kaup að mínu mati, kaupin á ónýtri skemmu vestur á Keilogranda, kaupin á Allianshúsinu, byggingu miðasöluhús í Húsdýragarðinu sem ég held að hafi verið of dýrt með það var miðasöluhús, framkvæmdir fjármunir sem eru settir í kaup á Perlunni og fjármunir sem eru settir í viðhald á Perlunni. Auðvitað margt af þessu kannski svona gæluverkefni sem er gaman að fara í, en að mínu mati margar þessar framkvæmdir var ekki rétt að fara í þegar að það vantaði svo sárlega fé í viðhald hjá borginni. Og vegna ummæla borgarstjórinn það að sem leggur málunum þannig, kýs að stilla málunum með þeim hætti að við Sjálfstæðismenn séu bara að leggja fram eitthvað svona eyðslutillögur eins og viðhald á eignum borgarinnar. Þá höfum við bara flutt ýmsar sparnaðartillögur. Við höfum hér við höfum margoft bent á, flutt tillögur að það séu tækifæri til sameiningu bókasafna eins og hefur verið gert við erlendis, útboð á sorphirðu, útboð á hráefni, að borgin sé alls ekkert að nýta kosti útboða eins og hægt væri í miklum innkaupum sínum, til dæmis á hráefni og svo framvegis. Fyrir 2 árum þá fluttum við tillögu skipan í sérstakar sparnaðarnefnd sem skipuð kjörnum fulltrúum með líka embættismönnum borgarinnar og utanaðkomandi ráðgjöfum til þess að fara vel yfir borgarreksturinn og leita hér hagræðingartækifæra sem við vitum eru mikið af. Það vantaði ekki að vera vel tekið í tillöguna, en eins og borgarstjóri leggja til að vera gert með þessar tillögu, henni var bara vísað á þeim tíma fyrir 2 árum, henni var bara vísað til borgarráðs þar sem hann var formaður og þar svæði hann tillöguna. Svo kemur það núna að við sjáum að kennitölurnar hjá borginni hafa versnað, reksturinn á borginni stefnir í óefni og þá kemur hann með tillögu skipan sparnaðarnefndar eða sparnaðarhóps og ég segi já, betra seint en aldrei, en þessi tillaga, við varum auðvitað öðrum stað núna, segir mér svo hugur, heldur en að þessi tillaga hefur verið samþykkt áður. Og aðeins að því borgarstjóri hefur svo gaman að þegar hann lendir í vandræðum með að útskýra framtíðina, þá grípur hann gjarnan til þess til dæma að vitna í fortíðina og segir það til hann sér áðan, segir það þegar við tókum til í Orkuveitunni var enginn á minnihlutanum til að axla ábyrgð á óþægilegum hlutum til sparnaðar og þetta að sjálfsögðu rangt hjá borgarstjórinn eins og við veit. Það var að sömuleyti náðist samstaða ákveðna hluti hjá Orkuveitunni, þar sem stóð í okkur Sjálfstæðismönnum á sínum tíma var að fara í fjöldauppsagnir með þeim hætti sem meirihlutinn kaus að fara í. Við bentum á að það væri hægt að fara þá leið sem ýmis íslensk fyrirtæki höfðu farið að hagræða með starfsmannaveltunni og ég held að sú hagræðing var þegar hafin hjá Orkuveitunni, það hefði tekist að fækka starfsmönnum milli 40 og 50 bara með því að hagræða með starfsmannaveltunni á þeim tíma þegar það var gripið til fjöldauppsagna. Og mér segir svo hugur að það ekki farið í fjöldauppsagnir og þessar fjöldauppsagnir skiptu í stóru myndinni ekki öllu máli fyrir fjárhag fyrirtækisins. Þá var ég búið að fækka starfsmönnum þar jafn mikið núna eins og var gert með þessum fjölda uppsögnum.
ég ætla ekki að fara til orkuveitumræðu hér, það var ýmislegt að segja það, en ég man bara eftir því haustið 2008 þegar það var farið út í hækkun á þegar að verð hjá orkuveitinu var hækkað á heitu vatni 9–10%, þá og sem var auðvitað í því andrúmi frekar óþægileg aðgerð, þetta var haustið 2008, að vísu fyrir hrun, að þá man ég vel eftir því hver var fyrsti borgarfulltrúinn hingað upp í pontu til þess að gagnrýna harðlega þessa hækkun, og það var auðvitað borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Þannig að ég held að menn eigi nú bara að fara að ganga hægt eða vilja vitna í fortíðina til þess að réttlæta eigin ákvarðanir núna eða á síðustu árum. En það er auðvitað sjálfsagt að rifja það upp ef menn vilja. En aðalatriði núna er að sjálfsögðu að líta til framtíðarinnar, stjórnmáli snúast framtíðina. Það sjá það allir sem vilja sjá að viðhaldi borgarinnar hefur verið illa sinnt síðustu ár, og við eigum bara, og fólk sér þetta á götunum þegar það fer götu borgarinnar hverjum einasta degi, hvort sem það er gangandi, hjólandi eða akandi, og við eigum bara ná samstöðu það í borgarstjórn að bæta hér úr. Næg eru hagræðingar tækifærin, við þurfum að hagræða til þess, en við eigum auðvitað að setja okkur þá stefnu að innan nokkur ára þá verður þetta komið í viðunandi horf. Það er gaman að heyra hjá borgarstjóra, ánægjulegt að heyra að stefnan sé til í drögum hjá framkvæmdardeild borgarinnar eða eignasviði, en mér er skrítið að þegar við ræddum málin á síðasta borgarráðsfundi eða næstsíðasta sem ég kom inn sem varamaður, að þá var aðeins farið yfir þessi mál og þá var þess ekki getið að þessi stefna væri til í drögum, ekki svo ég muni. Þannig að mér er skrítið að það hafi ekki verið upplýst að stefnan verið til sem sagt í drögum á þessum borgarráðsfundi, en nú skuli allt í einu vera upplýst það í borgarstjórn nokkrum dögum síðar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og það var háttvirtur borgarstjóri og skattur auðvitað andsvarur eða borgarfulltrúi hans. Ágæta borgarstjórn, háttvirti forseti, ég var nú bara að vísa í skýrslu innri endurskoðunar eftir minni. Ef það er misminni þá biðst ég afsökunar, en ég hygg að þar komið fram að þessi stefna sé til í drögum, ég hef reyndar ekki séð hana, en þá er þetta að nota hana ef hún er til, annars þarf að gera nýja. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið, og við göngum þá til atkvæða málsmeðferðartillögu að tillögunni verði vísað til borgarráðs. Það væri gott að fólk kæmi í salinn. Við göngum til atkvæða málsmeðferðartillöguna að þessari tillögu verði vísað til borgarráðs. Þau sem samþykkja það gefi merki að samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er það 4. liður á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks um stuðning við áframhaldandi starfsemi